Flutningur lyfja á milli landa viðkvæmt, tímafrekt og kostnaðarsamt ferli. Huga þarf að mörgu í flutningskeðjunni svo vara komist í réttum gæðum frá upphafi sendingar til enda. Kontrollant leggur metnað í að auka til muna sýnileika vara í flutningi með samblandi af vélbúnaði, hugbúnaði og þjónustu til lyfjaframleiðanda, flutningsaðila og dreifingaraðila. Hugbúnaður, vöruhúsgagna og þjónusta kontrollant gefur viðskiptavinum fyrirtækisins yfirsýn og tækifæri til inngripa og umbóta á virðiskeðjunni í rauntíma. Saga kontrollant hefst 2007 þegar nokkrir strákar úr verkfræðinni í háskólanum eru konum með hugmyndum að búa til einhvers konar skynjara sem getur miðlað þráðlaust upplýsingum og hægt var að fylgjast með í rauntíma. 2009 kemur svínaflensan og þá fer þessi lausn í að nýtast nýtt í það að vakta svínaflensubóluefni og það tókst alveg gríðarlega vel og svona vísin að því sem við erum að gera í dag. Nú árunum eftir erum við bara að sækja á íslenska markaðinn, svo til Skandinavíu, Bretlands og svo það svona 2017 sem við byrjum að breytum að viðskiptamódelinu og förum að herja á stóru alþjóðlegu lyfjafyrirtæki. Því að mesti ávinningunum í lausninni hjá stórum aðilum með mikla dreifingu í stórum skala. Það gekk mjög vel. Við náum einhverjum 5-6 lyfjafyrirtækjum í viðskipti næstu 2 árum og svo náttúrulega þegar COVID kemur þá förum við þetta samstarf við Pfizer. Fyrir fyrirtækin svo okkar þá má segja að endurgreiðsla á rannsóknar- og þróunarkostnaði sé bara búið að vera einn lykilparturinn af þróuninni og vegferðinni. Því að án þess hefði fyrirtæki örugglega verið farið á hausinn. Breytingin í fyrra, þar sem að endurgreiðslan var hækkuð úr 20-35%, kom á bara krítískum tíma fyrir okkur. Þegar við vorum alveg í þeirri skoðun, náttúrulega bara eins og öll önnur fyrirtæki, hvað þurfum við að gera til þess að halda lífi í gegnum COVID og þá vorum við sjálfsög ekki byrjuð þessum samstarfi við Pfizer. Við erum búin að fá, held ég, samtals í gegnum Tækniþróunarsjóð og bæði styrki og endurgreiðslu og rannsóknar og þróun sem er langstærsti hlutinn, nálægt 600 milljónum. En okkur telst á þessu tímabili séum við búin að skila tæplega 2 milljörðum tilbaka gegnum skattgreiðslur til ríkissjóðs. Öll fyrirtæki sem eru eigendur að rannsóknar- eða þróunarverkefnum geta að uppfylltum skilyrðum sótt skattfrádrátt fyrir verkefni sín. Hægt að sækja staðfestingu umsóknum ef Rannís vegna nýrra verkefna til og með 1. október ár hvert og 1. apríl ef framhaldsverkefni að ræða.